En maðurinn nafni Ragnar Bjarnason kemur fyrst við sögu. Flestir þekkja hann þó sem Ragga Bjarna, enda er hann ástsælasti dægurlaga söngvari þjóðarinnar og hefur sungið með öllum helstu hljómsveitum landsins. Við sláumst í för með Ragga Bjarna og lítum yfir farinn veg. Ragnar Bjarnason er einn þekktasti og ástsælasti dægurlaga söngvari þjóðarinnar. Ferill hans hefur verið langur og litríkur og hann hefur sungið inn á ógrynni hljómplatna og með mörgum af vinsælustu hljómsveitum landsins. Raggi varð 60 í fyrra en segist sjaldan hafi verið hressari, spilar allar helgar á Hótel Sögu, skemmtir í veislum, rekur bílaleigu og stýrir vikulegum útvarpsþætti. Þar að auki er hann nýbúinn að gefa út safnplötu. Hann segist lítið gefinn fyrir hægagang í lífinu. Já, ég er bara svona, það er engin leið, ég get ekki, þegar ég er náttúrulega kannski stundum er þetta nú svona svolítið, mikið að gera, sérstaklega á sumrin eða svona, en ég verð að hafa eitthvað, ég verð alveg ómögulegur í að sitja kjur og gera ekki neitt. Þú lítið fyrir það að bara slappa af? Já, mjög lítið. Raggi er fæddur í lítilli risíbúð við Lækjargötu í Reykjavík. Foreldrar hans voru bæði músíkölsk, móðir hans, Lára Magnúsdóttir, var einn fyrsta dægurlagasöngkona landsins og faðir hans, Bjarni Böðvarsson eða Bjarni Bö eins og hann var kallaður, hélt út í eigin hljómsveit. Hann fór með með 15 manna eða 16 manna hljómsveit út á land 1947. Það var húsið svo lítilega þegar hljómsveit var niður, það var hálft húsið. Svo þess að ég var alveg upp við þetta, því þarna voru þeir allir þegar ég var að alast upp. Þarna var Haukur Mortens og Alfred Klausen og Sigurður Ólafsson og Guðrún Símonar og allt þetta lið var alltaf meira að minna heima. Þetta var mest allt æft heim í stofu. In ihren edle Profile ist die Schare neuer Macht. Raggi byrjaði að spila á trommur í hljómsveit föður síns og tók upp fyrstu plötuna hjá honum. En það var ein tilviljunin af mörgum sem átti eftir að ráða miklu í lífi hans sem var til þess að hann varð söngvari vinsælustu hljómsveitar landsins. Kristján Kristjánsson, KK, þurfti að bregða sér erlendis til að láta gera við saxofóninn sinn. Og hann er rétt bara farinn þegar söngkona, Sigurður Jónsdóttir, þegar hún veikist. Og þá erum við bara 4 eftir og eigum að spila kvöldið suður á flugvelli. Og ég fer beint út á BSR til að taka með leigubíl og fara til nokkra söngkvenna sem ég þekkti. Og ég fyrir þeirra, þær eru annað ekki heima eða uppteknar og það gengur illa. Þá kom þeir bílstjórinn sem ég keyri með, er Ragnar Bjarnason, segir bara ég kem bara með og syng með ykkur í kvöld, það er gaman ekki að þessu. Og ég sagði, hvað, syngur þú? Já, ég syng. Ég viltu spila bara trommur, sagði ég. Nei, ég kann fullt að löga sagt. Ok, komdu bara með í kvöld og við björgum kvöldinu. Og svo við förum suður eftir og þetta gekk mjög vel. If I don't see a yellow ribbon round the old oak tree. KK var svo spennandi allt saman. Maður var svo ungur og Kristján kemur frá Bandaríkjunum og þeir fóru reynda báðir út, Svagesson, að læra út í Ameríku, út í New York. Og þeir komu með svo mikið nýtt þegar þeir komu tilbaka. Og KK nýtti það. Það var gífurlegur það var svona aksjón mikil og þetta var allt svo spennandi og það var svo mikið að gerast og hljómsveitin var alveg sérlega góð. Albesta hljómsveit sem ég hef nokkuð tíma sungið með það. En þetta var þetta mikil vinna, það var mikið æft. Það var mikið skrifað og mikið útsett og þetta var svolítið öðruvísi. Maður þurfti að geta svolítið, kunna þetta og geta lesið nótur og svona. Raggi söng með KK í 3 ár en hafði svo viðkomið í hljómsveit Björns R. Einarssonar og síðar hljómsveit Svavars Gests sem spilaði fast í Sjálfstæðishúsinu við Austurvöll og síðar í Lító. Álagið var mikið en það var spilað nærfellt á hverju einasta kvöldi og þar kom að Raggi ákvað að söðla og fara utan með vini sínum Kristjáni Vilhelmssyni. Hann kynnti seinni konu sinni Helli og hélt upp á 30-afmælið í Kaupmannahöfn. Til stóð að munstra sig sem söngvar á skemmtiferðaskip þegar hann fekk bréf að heiman. Og þá var það bréf frá Svavari Gests og bað mig að koma heim og þá ákvaði ég bara að hætta við þetta saman og koma heim. Hefur einhvern tíma séð eftir því? Nei, ég hefði, nei, þetta var búið gaman, Verið hann í 2 ár, þetta er svona ferðartösku lifnaður, svolítill
Og svona, þannig að þetta nú ekki, ég var líka orðinn 30, sko, ég var orðinn það fullorðinn. I said, mama, 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 but you're crazy now, mama, yeah. Það var nú eiginlega mesta vinnan að þessu öllu, það var Svavarfandi. Því það var ekki, sko, það var hvergi eitt eða neitt að gerast ef að við værum það, sko. Ég söng svo mikið af plötum á þessum árum, sko. Þegar að Tage Ammendrup var hérna og þegar ég var hjá Svavari G.S. Þá kom Svavar bara og sagði, Raggi, það plata á miðvikudaginn og syngja þetta. Svavar valdi nú oftast nær þessi lög eða megnið af þeim og texta og svona, var vandvirkur við þetta og svo sagði hann, alright, það plata klukkan 2 á miðvikudaginn, taktu þetta með þér heim í kvöld og lærðu þetta og komdu svo á morgun og svo gerðu við þetta svona og þú veist þú, sungum þetta svo bara 1-2-3 tímum og svo var það búið. Það var bara þáttur af vinnunni, sko. Það var ekkert meira mál því að við pumpuðum út plötum alveg, þú veist, bara svona bakaði pönnukökur. Ég hlusta aldrei á þetta, sko. Þetta er bara gaman að eiga þetta umslöðu, sjá hvað maður unglegur og svona. Hefur einhvern tímann veltið fyrir þér hvað hefði gerst en hvernig lífið þið verið ef þú hefur ekki ákveðið að feta í fótspor, föðurins eða foreldranna? Nei, ég get ekki ímyndað með það kom aldrei neitt annað til. Það var aldrei inn í myndið að gera neitt annað en þetta. Staðinn eða músikantinn sem var á staðnum og tekur hann öskubakkann og fær fólki til að Raggi stofnaði svo eigin hljómsveit sem spilaði á Hótel Sögu í 19 vetur en á sumrin var hann í útgerð með sumargleðinni. Þetta hefur félagi hans frá þeim árum að segja hann. Hann er léttur en með ólíkindunum til dæmis hvernig hann tókst að hafa alla þessa egoista með sér í 16 ári í sumargleðinni og stjórna á þessari ljúfmennsku og eitt af því sem að Raggi gerði alltaf að eins og ég sagði, hann lagði sig fram og hann gaf allt. Það var aldrei reynt að skera eitthvað úr skemmtudagskránni þó að færri væru í salnum sem var nú sjaldan en það var alveg saman hvernig menn voru upplagðir. Fólkið í salnum og fólkið á skemmtistöðunum skildi fá sitt og svo dró hann okkur baksviðs upp að sviðinu áður en tjaldið var dregið frá og svo sagði hann Let's give it to them boys. Og syndu djúpunum segðum við og þeim af henni veiðum við og allri hýrunni heiðum við í færa flikkur og við. Ef að Raggi hefði haft meiri metnað, örlítið meiri metnað og lært þó ekki verið nema 2-3 texta á sínu langa ferli þá hefði hann orðið sko heimsfrægur dægurlagasöngvari því að hann sannar það í dag að það fer enginn í fötin hans. Svo aumingja var Anita Banana en það hét þessi dásamlega stúlka. Hún var bara að gjöra svo vel að syngja út á akrinum við vinnu sína og það gerði hún svo heyrðist langar leiðir. En hvaða lög standa hjartaðinu næst? Það er náttúrulega, ég söng náttúrulega mikið af lögur sem að maður spilaði náttúrulega upp á markað en að reyna að þessi lög seldust sem mest og eins og verðst ekki að horfa svona alltaf á mig. Það lag fekk ég hjá honum, á þessum árum þá kom ég þetta mikið af erlendu skemmtikröftum og hann Otto Brandenburg, hérna danski, hann er leikari og söngvari, mjög góður söngvari, hann kom hérna og við sungum dálítið mikið saman, þessar velli og þessar hljómleikum við Austurbabi og svona og hann benti mér á þetta lag. Hann sagði mér að ég skildi, hann sagði lagið er sniðugt en ef þú færð góðan texta við það að þá er þetta hitt, það er alveg á hreinu. Og það náttúrulega, ég prófaði þetta og maðurinn sem að bjargaði þessu náttúrulega miklu leyti var Jón heitinn Sigurðsson bokkamaður því að hann bjóð hann frábæra texta til. Verð ekki að horfa svona alltaf á mig ef þú meinar ekki neitt að syngja og allir með mig lítur á ég veit ekki hemmi og allir maður ekki svona. Þetta lag er ég búinn að syngja 6.000 sinnum sko. Alveg langt. Ég er meira gaman að þessum balluðum, svona rólur í lögum og svona. En Raggi hefur einnig samið nokkuð af lögum sjálfur. Já, mína tónsmíðar eru nú svona eiginlega hálfgert tilviljun af þessin allt saman. Því að þetta hérna, fyrsta lagi sem samdi var Rock og Tja og þá var ég að fara til Svíþjóðar
og ég samdi það bara í leigubíl á leiðinni, það vantaði bara lag, það bara glimmt í slag, það var bara textinn og það var bara neitt af því. Af öllum þeim fjölda þjóðþekkts tónlistarfólks sem Raggi hefur starfað með vill hann sérstaklega minnast Ellýjar Vilhjálmsdóttur söngkonu en hún lést fyrir skömmu. Allt okkar samstarf var alveg stórkostlegt og Ellý var alveg yndisleg söngkona, fáar sem að nokkuð tíman koma það nálægt, hugsa ég. Og við áttum mjög gott samstarf og það síðasta var að þegar við sungum inn á plötunast með Stórsveit Reykjavíkur, þá var hún orðin hans í Lassin. En við vorum svona alltaf að bíða og vona að hún gæti gert þetta, komið þarna niður til og svo talaði ég við hana og hún hérna tristi sér til þess að koma þarna í einn dag og þá var drifið í þessu og hún kom með sér keyrandi niður til og svo fórum við þarna upp og hún satt bara á stól og söng þetta eins og engill og Ellý var alveg dýrleg. Raggi hefur fann að undirbúa sig fyrir upptöku á sólóplötu og þótt ótrúlegt megi virðast er það einungis önnur slík sem hann syngur inn á sínum langa ferli. Hann ætlar sem sé ekkert að fara að hægja á sér. Nei, ég veit að hægja á þetta frá þér. Nei, ég ætlaði einu sinni að hætta. Það var þegar ég var í Kákasesturum eða einhvern tímann, hvort það var þá eða eitthvað í kringum það. Og ég hætti í hálfa mánuð. Söng ekkert í hálfa mánuð og svo var það búið. Síðan ég er ekkert að hætta. Ég syng bara mikið. Sæl aftur og þá annars konar söng sálarinnar, nefnilega Milljónamæringunum, stækkari útgáfu takk ásamt 4 stórsöngurum og þegar maður kynnir svona snillíka þá er náttúrulega best að byrja bara á Ragga Bjarna gamla. Komdu blessaður, komdu blessaður. Þú ert nú ekki 70 ennþá? Nei, og verð aldrei. Hvenær fór hann Páll Óskar að syngja með Milljónamæringunum? Hvenær gerist hann Milljónamæringur? Hann greip svona af og til í, þú veist, eftir eins og við allir hérna. Ég held að Milljónamæringarnir séu eina hljómsveitin bara í heiminum sem að þeirra gæfu aðrjóðandi að geta haft í rauninu hvaða dífi sem er við söngvaramækin, sko. Fullt af drottningum? Já, fullt af þeim. En ég líka held að þetta sé bara því besta mál að raða öllu þessu liði saman núna, svona eitt skipti fyrir öll. Af því að fólk, mér finnst það svolítið eins og fólk sé alltaf í stuði fyrir svona total glamour. Já. Heyrðu, það er balsins þetta Hótel Sögu á laugardaginn, það má kannski segja, sittur ykkur bókamíl að einkenni forsöngvara Milljónamæringanna er eiginlega það að þeir sem hætta, þeir hætta aldrei. Það er mjög erfitt að hætta í þessari hljómsveit endanlega, sko. Maður getur hætt formlega, en ég vildi ekki endanlega, sko. Það er tvennt ólíkt, sko. Akkur ekki? Að því bara það er svo gaman að koma og syngja með þeim, við og við. Meðan maður þarf ekki að vera að því að hverjum degi, sjáðu til. Þú tekur alltaf hattið með frá Mattisson. Já, hann fylgir með. Þetta er svona eins og að vera með ég orða þetta er eins og skottið á Mikka Ref. Þá er hatturinn á bókumíl bara fastur baki. Alveg Stefán, þú ert nýjasti forsöngvari Milljónamæringanna. Hvernig kanntu við þig? Ég kann vel við mig bara. Það er gaman að prófa þetta. Þetta er svona hlutur sem að voru aldrei komið nálægt í að syngja eitt einasta lag sem ég syng með þeim. Þetta eru svona slagarar, er það ekki? Jú, þetta er náttúrulega alkunni slagarar í bland við ókunna slagarar. Mjög gaman að prófa þetta. Og þið takkið hérna núna á eftir svona sitt lítið að hverju? Já, svona létta sirpu af helstu hittarunum okkar, sko. Svona slætsmynd. Já. Úr eftir sætum vinsældalista. Já. Ertu ekki orðinn leiður á þessu Marsbúa tjá? Nei, ég er ekki leiður á því. Það er skemmtilegt lag og gaman að raula það svona 2 ári. Orðin eiginlega þjóðlegur rútubílasöngur, eða ekki? Jú, eða ekki. Já, ég spyr þig. Já, hvað segir þið? Ég vil meina bara það að gott lag er gott lag og ég held að það sé voðalega erfitt að þreytast á því hvort sem maður er söngvarinn eða bara áhærendinn, sko. Ég lít þannig á máli, sko. Hvað tekur þú nú eftir? Ég ætla að taka Negra José. Og Stefán? Ég tek laginn Lúðvík. Og Dín?
Það verðst ekki að horfa, hvað heldur? Ég trúi þér. Hvað heldur? 8.000 skiptið, það var ekki 8.520 sinnum. Og manstu textan? Þess vegna ég að syngja þetta. Já, hérna sko. Maður sé að lófana, sýndi lófana. Er það ekki rétt að gefa Ragga gamla eftir svið? Jó. Milljónamæringar. Gamla kjafta. Einir 4, stækkuð útgáfa. Gjörðu svo vel. Get on that stage. Færi ykkur. Verð ekki að horfa svona alltaf á mig ef þú meinar ekki neitt með því. Alveg mig lítur á, ég get ekki upp og roðað við þitt á. Og ef ég verði þitt ég aldrei þora að segja nokkuð orð en reynda ósk. Ég ætla að segja þér að þú viljir reyna að kenna mér því að horfa svona alltaf á mig. Þú meinar ekki neitt með því. Manst þú arnir, þeir lendi í gær Diski með ljósin skær Þeir að kenna mér smá rock og tjá En það besta var samt tja-tja-tja Og þeir deyra sólkerfi kátir Koma við plass sem þeir þarf Það eru bæði kúl og eftirlátir Og kenna okkur góð og gangið þörf Til dæmis að Drekka súkkulaði, slappa af í baði Og 1, 2, 3 Hi, here I am Cha-cha-da Það var eitt sem gat ekki sitt ekki Átt og drakk og reykt og dansað sem aldrei fyrr Gammal kall sem hét á spænsku Negrose Amigo Negrose Augun stóðu út úr nefið var allt og flest Átt svo mikið annan eins sem þau ekki sést Enda var það Mexikanin Negrose Amigo Negrose Síðan sagði Mexikanin Negrose Oye negro Eres diablo pero amigo Negrose Dale hombre A tu foto broma conmigo Negrose Yo te digo porque sé Y porque sé Amigo Negrose Y arriba Lúðvík hélt að staði langt vel í fyrra haust Og liðið heima skildi eftir på málalaust Frá lausa skuldum stakk hann asfalur eins og ís Og hugðu setja stað í skattaparadís Á písan kominn var í köpinn undir eins Og keypti sofasett og sagnaði ekki neins Samt einhvern veginn var hann innan komið fljótt Og undir nýri fríkaði á smurbrauð og síld Hann Lúðvík er mest að gæða skinn Happarabba hann Lúðvík er góðkunninginn þinn Yeah!